Góðan daginn, kæru vinnir og velkomnir. Við skulum reyna núna við enn eina æskumyndina því hún auðvitað fyrir hendi því að öll eru við sem eldri erum við okkar eigin æskumynd og sum kannski hafa sagt hana og meðan aðrir hafa ekki lagt í þá vegferð og hefur þetta hver eins og hann vill auðvitað og allt saman það. Ég hef verið haft gaman að því að reyna að rétta slaufina mína. Er hún ekki rétt núna? Ég hef haft gaman að því svona minna mig á hvaðan ég kominn og þá færist brosum mitt fallega andlit því að þaðan sem ég kominn góður staður og maður búinn að vera heppinn og lukkuna pannfíla því litinu til að hafa komið svona nokkurn veginn klakklaust í gegnum þetta allt saman. Ég veit ekki sögu annara en því miður virðast einhverjir hafa aðra sögu að segja en hana sem betri er. En það samt óþarfi, það segi ég nú bara fullum fetum, að þeir sem eiga hamfara sögurnar að þeir bara yfirtaki umræðuna. Það finnst mér ekki sanngjarnt. Því að það eru báðar hliðar, það eru tvær hliðar á öllum peningum og því miður líka hin hliðin til af því að það eru tvær hliðar á peningunum og við erum með þessa uppi eða við erum með hina uppi. Og ég vil bara segja mína sögu. Hún var þessi, ég komin frá góðum stað. Sumir segja aðra sögu. Ég ekkert að efast hana. En mín saga sönn, alveg eins og hinn saga sönn. Þannig ég ekkert að fást neitt það. Og, jú, við vorum drengir í Hafnarfirði, í Vesturbæ Hafnarfjarðar og tókum okkur alls konar fyrir hendur og það þetta allt saman sanna sögur því að þeir sem voru með mér í þessu, þeir geta staðfest þetta allt út í það þið farið. Og ég veit að þeir myndi gera það út ef á það reyndi, því að þetta bara það sem var. En auðvitað voru við bara 9 ára strákar, 10 ára strákar, 11 ára strákar. 9 ára strákur var komið aðra hugsun heldur en þegar hann varð 11 ára og svo framvegis. En 9 ára strákur hugsar svona og 9 ára strákur sér öðruvísi heiminn en hann gerir, ég tala nú ekki að fullorðins árum, þegar myndin orðin svona miklu réttari, verður kannski aldrei alveg rétt í að þetta náttúrulega, við þurfum að skoða þetta frá öllum hliðum og gerum það misjafnlega vel, erum auðvitað með rétt að mynda af, en það sem að snýra okkur sjálfum, reynslu okkar, sögu okkar, hún getur verið að öllu leyti sönn. Akkurri, nú þetta mín saga, þetta þín saga. Ef einhver veit þína sögu betur en þú, þá orðið eitthvað mikið að. En hver veit hana betur en þú og hver veit mína betur en ég? Ég svaraði mér því. Og þessum tíma, þetta á 7. áratug seinustu aldar, sá áratugur má segja sé svona minn uppvaxtar áratugur sem hafði hvað mestar breytingar í för hjá mér, hvað hugafar og hvað reynslu varðar. Ég sem 9 ára strákur var bara reynslulaust barn, en samt örugglega með jafn mikla reynslu með mér eins og aðrir 9 ára strákar höfðu og hafa, af því sem við lifðum og reyndum. 9 ára strákur á þeim árum lifir við öðruvísi aðstæður en eru í dag hjá 9 ára strákum í dag. En 9 ára strákur í dag samt 9 ára. Sér heiminn út frá sínum 9 ára gömlu augum og dregur ályktanir af því sem sér af sínum 9 ára gamla huga. Men sem sagt, barn. Og Biblían talar þetta.
Hún talar að barni í raun dragi upp sína mynd, en hún segir líka að á fullorðinsárum eigum við ekki að vera svo mikið með þá mynd uppi. Við erum orðin fullorðin og hugur fullorðins manns að sjá þetta réttara augum en 9 ára drengur. Hann lætur hugan fara með sig út og suður og dregur upp ævintýramyndir. Það nú einhvern veginn þannig með börn að þau eru eiga mjög létt með að draga upp ævintýra heim, og við vorum ekkert öðruvísi. Við vorum í okkar ævintýra heim og skömmustum okkar ekki til að viðurkenna það, því að þannig bara var það. Þegar ég til að mynda á þessum aldri, ég fæddur 53, og þá hefur þetta verið svona 62-3, og þá eru í heiminum frá Liverpool komin hljómsveit sem Bítlarnir heita, og við höfum orðið þess áskynni að þarna eru stórnöfn, og þau eruðu ekki bara stór, heldur risastór, fjallhá í okkar huga og í okkar veru, og það fór alltaf snúast þetta, söngvana þeirra, lögin þeirra, lesum þá, vita meir þá, og auðvitað sjá þá eins og allir hinnir. En sáum aldrei, þannig að það var aldeilis vinsæll drengur á skólalóðunni sem sagði okkur frá því og beldi sig allan út að hann hefði séð Ringo í leigubíl í Hafnarfirði, og við tókum þessu eins og nýjunetti. En svona eftir að eikja þá var nú ekki Ringo þar á ferði, hann kom ekki til Íslands fyrir 80 og eitthvað á einhverju útihótið. Var það ekki fyrsta skiptið þarna fyrir austan sem að Ringo Starr kemur til Íslands? Það held ég, minni það. Hvað það? Og við vorum náttúrulega, við erum bara að tala 9 ára strák eða 9 eða 10 ára strák eða þaðan af yngri, líklega 9 eða 10 ára. Og við gerðum það stundum að við tókum okkur saman og urðum Bítlahljómsveit. Enginn kunni á hljóðfæri, enginn kunni á neitt slagverk eða trommur, en samt vorum við Bítlahljómsveit. Og við komum okkur saman í herbergi einhvers og sungum, og einn var gítar, einn var trommur og einhver söng, eða kannski voru allir hljóðfæri. Allaveg skemmtum okkur í botn og fannst þetta alveg óheyrilega gaman, en ég held að reyndar að við höfum verið einir það að finnast þetta óheyrilega gaman. En af hverju ekki? Við vorum bara guttar, og guttar gera alls konar sem við myndum auðvitað aldrei ljá máls á í dag. Við erum þessi Bítlahljómsveit og sungum okkar rómi, sjálfsagt ekki með fallega söngraut neitt á okkur, en enginn hýrt það. Við vorum bara guttar að leika okkur, og núna vorum við að leika okkur með þetta. Hvað er rangt við það? Svaraði mér því. En við getum alveg tekið undir það, og ég geri það fyrstur manna, þetta var nú kannski ekkert mjög viturlegt. En þá er að benda á það að svona eru krakkar. Þeir eru bara svona. Þetta er hluti af því að lifa sína æsku, að lifa henni sem krakki. Hvað er í dag? Það verður að krefja kornabörnum afstöðu fullorðins manns til einhverja mála í samfélaginu sem barn sem getur ekkert haft vit á því hvað við erum að tala er látin krefja eða látin tjá sig þetta. Barn, við vorum einu sinni börn. Ég er að lýsa hér mynd af Bítlahljómsveit sem við gerðum, og það kunni enginn okkar á hljóðfæri, það átti engin hljóðfæri, en samt var til Bítlahljómsveit. Við alveg í 7. heimni yfir því að vera þessi Bítlahljómsveit, og skemmtum okkur konunglega sem vorum að tala áðan, en líklega fáir aðrir. Þetta var svona þá.
En þetta myndum við ekki gera í dag. Ég man einu sinni eftir því að þá var Bítlalag sem var svolítið festist í mér, ég hluti af því. Og þá var einhvern svona Fian just might up me now, love me here to say and no, love me here to say and but you won. Ég kunni nú texta, ég kann hann ekki lengur og ég var að syngja þetta, gerði það oft og einhvern veginn, ég gerði þetta alltaf heima og ég heyri fram með fólk og hver að syngja? Það var konninganlega ekki gamli þá að syngja og ég söngu þetta oft og þetta er Bítlalag, þú veist hvaðan þetta er komið, þetta er Hard Day's Night og og mér myndi alltaf að Georg Harrison syngi þetta og ég var alltaf með það á reynu fyrir nokkrum árum að þá heyri ég að þetta er Paul McCartney. Ég var alltaf með Georg Harrison á reynu og hann syngi þetta og það var smá högg fyrir mig, ég var búin að halda hitt svo lengi eða reyndar hef ég ekki skoðað þetta hvað þetta er rétt eða satt en mér heyrist í dag að þetta sé nú blessaður Paul McCartney. En þetta voru við sem krakkar konum við Bítla áhugan á fullt hjá okkur og vildum við þetta herma eftir okkar fyrirmyndum og byggum til þessar hljónsveit úr engu, úr okkur sjálfu og gerðum þetta nokkru sinnum, ekki oft reyndar en kannski 5-6 sinnum og liðum okkur inn í það og fannst þetta alveg svakalega flott eins og vorum að segja líklega hefur enginn skemmt sér nema við að þið vorum bara börn og við gerðum það sem að börnum er tamt og hvað vilja börn? Til að mynda búa til Bítlaljónsveit úr bara sjálfum sér að því hugurinn er svo frjór hjá börnum. Þess vegna segi ég að það er rangt að vera að draga fram börn og krefjast af þeim einhverja ályktana af einhverju sem eingöngu fullorðið fólk getur dregið. Það er ekkert verið að gera lítið úr barni en við verðum auðvitað bara vita hvað er að vera barn. Allt í þeim þarf að þroskast og ná þroska. Þegar ég var barn þá hugleiti ég sem barn en þegar ég var fulltíða maður þá lagði ég niður barnaskapin, þetta stendur í orði Guðs og við vitum að það fer með rétt mál en náttu sjáum við hvað við í dag erum búin að begla margt, við erum búin að ræna svo mörgu frá krakkanum, við erum búin að ræna svo mörgu frá krakkanum en þetta er allt saman í góðu gert. Við erum að byggja upp einhvað sem við teljum að gangi svo bara með barninu. En barn er barn. Það hugsar eins og barn, það ályktar eins og barn. Og það getur ekkert gert neitt annað vegna þess að það vantar öll skilyrði til þess að hugsa eins og fullorðið manneskja. Og þetta er vitið borin manneskja, barn, en það er bara á sínum stað. Svo fer það yfir á staðinn á fullorðnu. Og þá getum við krafið þetta fólk það að segja ykkur á skoðunum ástandið. Og flestir eru nú til, margir eru til í það. En við vorum Bítlahljónsveit sem að eina hljónsveitin líklega í heiminu sem kunni ekki á hljóðfæri og kunni ekki heldur að syngja og kunni ekki lagið og bara skáldaði eitthvað ef það vantaði inn í það og var það bara skálda á staðnum og allir mjög sáttu við allt sem gert var að því við áttum fyrirmyndir út í Englandi sem Bítlarnir hétu og hver af þessum árum vildi ekki vera þar sem þeir voru. Það var nú aldeilis draumurinn að vera þar sem þeir voru. Alls konar útfærslur af þessu og ég held ég að vera með kúrskaft fyrir mikrofón, þeir voru alltaf með mikrofónum og held ég að við sett eitthvað kúrskaft upp eða eitthvað og fengið eitthvað neginn til að standa eða hvort við heldum bara á því að maður það ekki. Það snerist þetta Bítlana.
og ég man einu sinni eftir því að í kjallaranum góða heima, ægilega draugalegur, við sögðum draugasögur þar og svo fórum við grenjandi heim, það var held ég að sækja okkur, við erum svo hræddir, þorðum ekki að hreyfa okkur, við vorum kaldi kallar og slöktum ljósið, svo settist við í myrkrið og svo byrjaði okkur að segja draugasögur og þá fóru allir að grenja, endaði með að allir fóru að grenja og það þorði svo enginn að hreyfa sig. Ég held að einhver fullorðin á efri hæðin hafi þurft að koma og kveikja ljós og sækja okkur krakkana, minni það nú. En þarna niðri var líka bílaljónsitt og ég man ekki alveg hvernig við gerðum það, en það var fram í þvottahúsi, það var nú hægt að nota eða var það kannski notað, allavega þessi pottur og svona suðupottur með óörlega stórun hlemmi sem mun eftir honum. Ætlaði ekki verið metri þvermól hlemurinn sem var yfir pottin, þetta var svona nokkur stór suðupottur og við náttúrulega alveg úthugsað allt og við sem að Ringo Starr var alltaf upp á palli hærri hinnum og einhvern veginn náðu við að setja upp einhvern pall og svo hengdu við þennan hlem í loftið og sóttum okkur einhvern kassa sem var það sem trommarinn átt að vera. Ég man ekki hvort að ég var trommarinn þá og jú, ég held það nú. Og hinn fyrir neðan 3 og 4 upp á pallinum með hlemmin með einhvern kjuða. Maður hafi ekki tekið þetta frá mömmu gömlu, einhverja tréslif. Gæti alveg að verið að það var svo snúa spýtnadrasli þarna niðri sem hægt var að nota. Og svo einhvers staðar sló maður í þetta, alveg hvað við mikill drauga hljómur. Og engi var að pæla í hvort að það væri slegið á þennan áslott á réttum stað. En það var allavega slegið á hann og það hvað við mikil hljóð, dimmt og djúf hljóð sem að þetta yfirgnæði það sem við vorum að syngja. En það var enginn að pæla í því. Þetta bara var að því að Bítlarnir voru svona og Ringo var alltaf upp á palli og við náttúrulega gerðum eins. Reyndar held ég að þetta á nú ekki verið með eitt skipti og þessi Bítlarhljómsveit okkar með okkur sjálfum og ekki hljóðfæri var nú ekkert lengi, stóð kannski 1 sumar eitthvað svoleiðis eða svona nokkur sinnum á einu sumri vegna þess að við vorum bara krakkar sem að létum hérna hugmyndirnar flæða fram, okkar barnalegu hugmyndir flæða fram að því við vorum bara börn. Við megum ekki gleyma því að barn er eitt, fullorðin er annað og allir, hver og einast af okkur getur sagt sögu af sínum eigin barnaskap og margir auðvitað hlæja þessum barnaskap. En barnaskapurinn var á þeim tíma engin barnaskapur. Þetta var bara okkur eðlilegt og þetta var það sem við vorum að gera og fannst ekkert að. Fannst jafnir margt að vera svakalega flott og fyndið. Kannski var það vegna þess að við vorum bara 9 ára. Og 9 ára strákur, hann hugsaði eins og 9 ára strákur. Nú er ég 68 ára. Við getum alveg sagt til það að 9 ára hugsunin er löngu farin. Og myndi aldrei gera þetta í dag sem maður gerði þá og var mjög hreykinn af. Kannski er þetta að segja að þarna sé svona ákveði hugmyndaflug á ferð. En börn eru full af þessu hugmyndaflugi. Og við vorum bara þeir. Við höfum ekkert það að segja. Við vorum bara börn að gera það sem börn gera. Og við vorum auðvitað líka, svo stígum alveg aðeins frá okkar ágætu hljómsveit með einhver hljóðfæri og hljóðfæri ég og þú eða við hinnir. Ég man ekki alveg af hverju það var eða hvaðan það er komið nema einn bróðir, hann átti box svolítið box svona, aðeins meira kannski en litla Macintosh boxið, maður stettir því þetta og lætið þér alltaf í það þegar pabbi var að koma úr siglingu og ást upp úr því þegar engi sá.
en það var lítið box og það var fullt af 5 manni. Hvaðan þessi 5 að koma, veit ég bara ekki, ég held ég aldrei spurt það, nema hann átti þessa 5 alveg í óverulega langan tíma og þessi 5 úr þessu boxi gerði að verkum að við gátum lagt veg inn í einu herbyggi, við vorum oft þar, ekki bara við bræðurnir, heldur voru vinir okkar með okkur líka, þetta var svona hópur bara sem við fylgdum og fylgdu okkur og við lögðum veg allt herbyggið með þessu 5 með sem við síðan keyrðum bara Maxbox bílán okkar og maður stætti þeim litlu og ég skil nú ekki hvernig við nefntum þessu en það lítur að vera alveg hellingsvinna að leggja veg með 5 inn í eitt svona þokkalega stórt herbyggi og þú getur rétt ímyndaðir vélarhljóðum sem heyrðust þaðan þau voru öll frá okkur sjálfum og við bjögum bara til vélarhljóðin eins og var í bílónum og veist hvernig þetta vegna þess að við vorum bara börn og ég hef oft hugsað það seinna, ekki manni nú eftir því að við höfum nokkuð tíma gengið frá eftir okkur eftir allar þessar vegalegningar en ég man eftir því að gólfið í þessu þokkalega stóra herbyggi var allt þakið þessum 5 vegum hlykkjaðist út og suður og út og við þarna inn í hringnum með bílan okkar að bruna fram og tilbaka með okkar manngerðu vélarhljóðum og þetta var einn leikurinn sem við gerðum. Þetta getur alveg hafa verið á þeim tíma sem við vorum með bítlahljómsveitin okkar sem var með engu hljóðfæri og okkur sjálfum bara, með öll hljóðfæri og stóra hlæmi niður í kjallara sem var slegið á hvort sem menn vissu hvað ætti að slá á þannig að engi var að pæli því taktur, nei, það eitthvað sem við vissum ekki en samt gerðum við það sem við gerðum og skemmtum okkur alveg konunglega eins og við verðum að tala hér og segja aftur, við vorum bara börn og börn gera svona og alls konar annað og sjá ekki datóa ördiða heldur eru harla reikin á sjálfu sér að hafa þó gert þetta eins og komu fullorðins árin og þá náttúrulega horfum við á þetta og hlægjum að og enda kannski ekki til annars við þurfum að átta okkur á því að barn er barn og fullorðin er fullorðin þetta finnst mér hafa skólast svolítið til og kannski eina af ástæðum þess hversu mörgum æskum er búið að ræna af börnum og það er ekki gott fólk er líka til að byrja með æsku og ef allt er eðlilegt þá vext það í sinni æsku og upp úr sinni æsku og ég er heppinn að það gerðist hjá mér og ég oft hugsaði það og þú sjálfsagt heyrt það jafn oft og ég að menn og konur segja við vissa kringustæður að koma upp leikir, svona barnaleikir að ég var aftur bara barn en þetta hef ég aldrei upplifað á minni hæfi vegna þess að ég segi ég fekk að vera þetta barn og ég fekk að vaksa upp í næsta þrep fyrir ofan sem sagt ég veit hvað er að vera barn þannig og ég fekk að lifa það til enda svo tókum við úlingsárin sem er líka ákveðið þroskaskeið og ég fekk að vaksa upp úr því og þá tókum við fullorðinsárin og ég segi að mín fullorðinsár hafi byrjað þegar ég var 16 ára gamall ég bakka aldrei með það að þannig var það en maður fekk að lifa þetta allt saman þannig ég er ekki með þegar menn tala það að þeir hafa lent í þessar aðstæðum og hinum og orðið eins og börn aftur haft svo gaman að því þetta segir mér í dag að þetta fólk það fekk aldrei að lifa sína æsku eins og hún á að vera og í dag er mikið að þessu sé rænt af fólki börnunum ég var að tala áðan að það er verið að við fá börnin til þess að tjási flókin samfélagsmál halló
Hvaða þroska hafa þau til þess? Akkur er þetta gert? Menn telja sig vera að búa barnið undir eitthvað sem að það telji verða því til góðs. Við getum auðvitað ætlast til þess, en leifum þroskanum að koma, leifum hverju barni að lifa sinn þroska. Þú kannski ert núna með einhvern í huga sem ætlar að fá til þess að tjá sig stríði í Úganda, nei, Úkraínu. Kannski vildi það miklu freka bara safna saman vinkonum eða vinnum og búa til sína dagsins Bítlahljómsveit. Vildi það miklu frekar, en færi það ekki vegna þess að börnuðu þetta hlýða fullorðnum. En þetta fengum við. Ég er hér að tala um það og mæra og segja frá því. Í raun og veru þá gerði þetta manni náttúrulega ekkert von, en ég man ennþá hvað maður hafði gaman að þessu. Þetta barnalegt og kjánalegt og fáveitalegt og allt það. En ekki þessum árum. Fyrir okkur var þetta grafalvarlegt. Eins og við verðum að tala um hér, að því vorum bara börn. Er ekki ástæða, kæru vini, til að rifja þetta upp? Þegar við erum að búa til alls konar kringum óvita og aðeins meira kannski en óvita og ætlast til þess að það taki ykkur afstöðu með rammflóknum málum sem að jafnvel fullorðið fólk á í vandræðum með að skilja. Ég segi, ég vil að börn fái að vera börn og ég tala á reynslu vegna þess að ég fekk að vera barn og ekki bara ég, heldur þeir vini mínir sem að voru uppi þá, og ég veit að muna eftir þessum tíma og hlæja örgla eins og ég geri oft þegar þetta kemur upp, en ég segi, þetta var fyrir okkur grafalvarlegt mál, en við hlæjum með þetta í dag vegna þess að barnaskapur er barnaskapur. Nei, vinir, við þurfum að leyfa bara þorskaferlinu að vera og því að ljúka, og öll þessi tímabil eru rosalega mikilvæg fyrir mannesku þegar þetta lengri er litið. Ég fekk að lifa í frelsi og flestir á mínu kunningjum fengu það líka. Ég sé ekki annað að þessir menn og þetta fólk sé allt bara vænsta fólk. Ég þekki marga af þessum mönnum og mörgu af þessu fólki enn þann dag í dag. Og sumir sem að kannski heyra þetta og þeir eru búið þarna niður í kjallaranum ásamt honum þessum. Og kannski manna betur en ég að það var ekki ég sem var upp á pallinum til að slá í þvottapottalokið, meterslanga í þvermál. Kannski var það hann sem gerði það, en við minnir nú samt að það er ég. En það var hvergi sjáanlegt hljóðfæri, en samt til Bítlahljómsveit. Og sungið Bítlalög alveg eins og hver kunni, og kunni náttúrulega engin neitt texta. Það var þetta bara til einhvern veginn og allt hips hapsuð þetta, en það sem við gerðum sem börn. Þetta er ekki bara áhugavert að heyra þetta. Ég held það vegna þess að við erum búin að tapa svo mörgu niður. Við erum hætt að sjá raunverulegum augum svo oft. Við erum hætt að sjá að barnið er barn. Við erum hætt að sjá að það er verk fullorðna að ala upp barnið. En við erum kannski búin að snúa þessu við mikið og barnið er farið að ala okkur upp. Akkurju? Hver veit akkurju hlutirnir eru eins og þeir eru? En ég veit að margs er vant, engum og sérlega vegna þess að Guð er alltaf á útleið. Eða ekkert á útleið, hann náttúrulega, þú losnar ekkert við hann, en allavega vilja margir ekkert með hann hafa. Það er svona viss vandi. Og
og þetta það sem er gott að í að, og ég með þess vegna hefur mann verið að taka til þessar æskuminningar sína. Við erum bara að sína það að þessi maður, gráhærður og fallegur í dag, en var ekki gráhærður en fallegur þá, með kannski ekkert alltaf neitt mikið meira hár en þú sér núna, en stundum ég þá þegar hann var orðin svona aðeins eldri þá var nú þetta hár, dökka hár, þá ekki grátt niður á herðar, þykkt og fallegt. Og ég man alltaf eftir því þegar að ég fór til rakar á þessum tíma að þá valla fór í öðru sér stólinn en ég var myndur á hvað þetta væri rosalega þykkt og mikið hár, og svo ábending að hvort það ætti ekki að gera eitthvað við þetta, setja í þetta eitthvað túberingu eða eitthvað og lyfta það svolítið upp, það var svolítið fallegt. Ég var aldrei til í það. En svo hætti það nú allt saman þegar það fór nú að sjást grá slíkja í þessu fallega hárið. Þá einhvern veginn hættu rakararnir mínir blessaðir að nefna þetta einu nafni, og það var aldrei gert eftir það. Ég tók þetta eftir að maður náttúrulega byrjaði að grána og alveg svitnaði þegar maður sá fyrsta gráa hárið og sleita út og bara kom annað í staðinn. Svo eftir smá tíma þá var mér alveg saman þetta mátti bara fara eins og það vildi. Ég man eftir því að rakararnir blessaðir, þeir hættu alveg að nefna þykka hárið mitt og fallega og hvort ætti ekki að gera eitthvað skemmtilegt við þetta. Ég fjall sjálftið þegar Gráni gamli fór að spretta fram. Og þú sér nú hvað hann er orðið fallegur í dag, hann Gráni gamli. En þessi Gráni gamli, hann var nú einu svona bítlóðu strákur. Og spilaði og söng baku hurðina heima, I'm just my lucky, kann ég man ekki hvernig textin var, ég kunni hann alveg þá. Og það var eitthvað sem sagði, hver að syngja þetta? Það var gamli, ekki gamli þá en ungur þá nokkuð, en það var að syngja þetta lag og taldi sig vera að hermættir Georg Harrison, en kom svo að raunum það var Paul McCartney. Reyndar hef ég ekki fengið þetta ekki búin að staðfesta þetta neitt, en ég held að svo sé. Allt í einu fór ég að heyra rödd Paul McCartney gegnum þetta, en heyrði alltaf rödd Georg Harrison hérna eina. Og þegar ég var að syngja þetta baku hurðina þá var ég bara hermætti George Harrison blessuðum. Það var líka á þeim árum þegar við vorum með Bítlahljómsveitin okkar, hljóðfaralausu, og við sjálfur öll hljóðfari, nema í þetta eina skipti sem að hlemmurinn góði, meters í þvermál, var hengdur upp í loftið og eitthvað sett upp sem hægt var að sitja á, og það, svo sem var þar upp, var sjálfkrafa Ringo, og hinir tveir eða hinir þrír fyrir framann, hinir þrír þá, John, Paul, Georg. Þetta var þá. Svona var þetta þá, og við vorum að tala um draugasögur, og ég ekkert að skrökva. Þetta var þannig að við verðum svo agalega hræddir að fórum allir að grenja. Svo var einhver fullorðið steltur að koma og kveikja ljósin og draga okkur fram. Hvort við læriðum af þessu mann ég ekki, ég held að við hefum nú gert þetta nokkru sinnum með sama árangri. Það fór allir að renja úr hræðslu, draugarhræðslu í myrkrunu, þá var það enginn eins og að kveikja ljósið. Svo mikil var skelfingin. En ég held örugglega að minnst einu sinni að einhver komið ofana, heyrt okkur skæla þarna niðri og var komið til að bjarga strókunum og bjargaði þeim með því að kveikja ljósið og ganga fyrir liðin út. Svona er nú líka eitt af því sem krakkar gera. Og veistu af hverju? Þau hafa ekki vit eins og fullorðið fólk og gera því ýmislegt sem kemur þeim í bobba, og þau er líka að vaxa upp úr þessu og draugarhræðslan hverfur og eitthvað annað kemur í staðinn. Eins er það með barnaskapin í kringum Bítlahljómsveitina með engu hljóðfæri og engin kunni neitt á hljóðfæri
né að syngja. Það er allt saman bara að baki og ekki einu sinni reynt. Vegna þess að vita að það er ekki til neins að vera að þessu, því að við þurfum náttúrulega að hafa einhverja þekkingu og kunnáttu til þess að þetta sé framkvæmanlegt, en getum alveg auðvitað lært. Já, það er að segja, ef við höfum einhverja hæfileika í þessa átt, og það er ekki allir sem hafa tónlistar hæfileika. Sumir hafa þetta einhvern veginn í blóðinu. Sumir læra þetta og geta svo sem alveg orðið ábyggilega mjög flottir. Þó þið lærið það svona, en svo sem er með þetta í blóðinu, ég held að hann verður nú alltaf miklu betri. Hvað er þetta, að hverju er þetta mynd? Jú, mynd af því að við vitum hvar við stöndum og hver við erum að þessu og hinnu leiti. Það held ég sé svolítið mikilvægt. En ég veit að þú ert með þetta allt á hreinu og þekkir þetta alveg frá A-til Ö og varst kannski í þínu vinahóp með svona bítlaljónsveit sem að enginn kunni neitt með að fara og ekki hljóðfæri var til og eitthvað til að banki í dósir eitthvað til þess að herma eftir goðanum í Liverpool. Og allur uppveðrast þegar einhver á skólalóðinni sperrti sig eins og hanni og sagðist að hafa séð Ringo í leigubíl í Hafnarfirði. Og þú geinst við sögunni og skoðaðir inn í hvern leigubíl í nokkra daga eftir þetta, því að þú veitir sjá, þú ætlar ekki að missa ef Ringo var virkilega í einhvern leigubíl. Ringo var ekkert í neinu leigubíl. Eins og voru líka að tala að þá kom Ringo Starr ekki til landsins fyrir en 84 eða 5, 84 líklega. En þetta var 63, 10-12 árum fyrr. Þannig að þessi sem beldi sig út á skólalóðinni, góðu strákur, tek það fram, var að ljúga. Eða þá að hann hafi logið á honum, hann tekið við því og gert svo bara söguna sinni. Hann sagði að hann kannski heyrði að þessi hafi séð Ringo í leigubíl og hann færði þetta yfir á sig og sagði ég sá Ringo í leigubíl. Þannig að það er allt til í þessu. En hvað það? Þetta er nú svona mín æskusaga, svolítið svona hipsum haps í dag. En við kannski höldum áfram með þetta og kannski á ég 1, 2 eða 3 eftir, við sjáum bara til hvernig þetta allt saman þróast, en ég segi takk fyrir mig.